velkomin í samtal í beinni. Þetta fyrsta tilraunin sem ég geri til að tala sérstaklega til ákveðins landsvæðis. En ég hef frá því ég bauð mig fram verið með samtal í beinni alla þriðjudaga og nú langar mig að fjölga þessum tilfellum þannig að fleiri hafi tækifæri til þess að eiga við mig samtal og millilega laust samtal, spyrja mig spurninga og ég heiti því nú sem fyrir að svara þeim bara nokkrar spurningar í skilaboðum en þið megið annarkvort setja spurningar inn í athugasemdum undir eða senda þau í skilaboðum til okkar og ef ég næ ekki að verða við þeim í samtalinu þá svara ég þeim skriflega eftir á. En mig langaði að tala sérstaklega við Austurland og við Austfirðina í dag og það er ástæða fyrir því að mig langaði að tala sérstaklega til ykkar því ég á rætur á Austfjörðum frá unglingsárunum mínum og ég játa kannski hérna í dag nokkur eða eitt eða tvö bernsku brek. En við fórum hjónin, ég og maðurinn minn, Björn, keyrðum hringinn í kringum landið og reyndum að heimsækja sem flesta staði í kringum landið og hitta á eins margt fólk og kostur var hvert sem við fórum. Við náðum ekki alveg að koma við á öllum stöðum en mér langar aðeins að fá að rekja þá ferð og þakka ykkur öllum sem að komu til samtals við okkur og tókuð á mót okkur fyrir höfðinglegar móttökur. Nú við komum að Suðurlandinu og upp á Höfn í Hornafirði á 1. maí og náðum að hitta nokkra íbúa þar á þeim góða degi sem að lokinni kröfugöngu og skemmtiatriðum á hótelinu. Þar sáum við skemmtilega tónlistaratriði og hittum margt fólk, áttum samtal við hótelstjórnendur og starfsmenn að þeim loknum og nutum þess að vera boðið í alveg einstakt heimboð með góðum vegum hjá hornfirðingum sem eru höfðingjar heimasækja og hittum þar gott fólk og meðal annars fólk sem á ættir að rekja til Grindavíkur en maðurinn minn úr Grindavík þannig að það var sérlega ánægjulegt. Þökkum við þeim vel fyrir það. En í samtölum okkar við fólk á Höfn í Hornafirði þá var okkur tíðrætt eitt mál sem að mig langar að tala í dag og það er fjölgun ferðamanna og hver okkar svona stefna í því sem þjóðar. Við erum búin að sjá meiri fjölgun ferðamanna en nokkurn óræði fyrir og það hefur efnahagslega gert efnahagslífi þjóðarinnar gott en það eru auðvitað áhrif á samfélag og umhverfi og innviði sem að fer misvel í fólk og það kom okkur nokkuð á óvart og vakti athygli okkar að heyra hversu margir hornfirðingar voru hugsi yfir þeim breytingum sem hafa átt sér stað í samfélaginu vegna þess forseti mikinn áhuga á að við sem þjóð tækjum fastar í tökum og ræddum hver okkar langtíma sýn í hvað varðar ferðamenn hvernig við ætlum að tryggja það að vöxtur í ferðaþjónustu verði okkur efnahagslega góð en líka farið fram með þeim hætti að samfélagið okkar fái að halda sínum einstöku einkennum og sínum gæðum og umhverfi og náttúran okkar sé varin og að innviðirnir þoli það. Þetta er svona það sem að ég heyrði mikið rætt á Höfn í Hornafirði. Ég ætla að fá að koma svona inn á önnur mál sem að koma upp í ferðalöginu. Nú við héldum frá Höfn upp á Djúpavog. Þar dvaldi ég sumarland, sumarið 1985 og það var einstakt sumar og ég vil nú meina að ég eigi að þakka Austfirðingum fyrir það að hluta til að ég hef lært að vinna og held ég geti óhætt sagt að ég sé dugleg vegna þess sem að ég lærði hjá ykkur en á Djúpavogi komu ég og vinkona mín sem þá voru búin að vera 1 ár í verslunarskólanum á vertíð þannig að ég bjó á Hótel Framtíð og það var sérlega gaman að koma aftur á Djúpavog og hitta meðal annars fyrrverandi samstarfsmenn en líka ungt fólk sem er komið aftur heim til þess að gera Djúpavog enn fegurri heldur en Djúpavogur en í mínum huga Djúpavogur eitt af svona fallegustu bæjarstæðum landsins og minningar mínar frá sumrinu 1985 eru mér afskaplega dýrmætar. En það var dálítið sérstakt að við komum þarna það bil 20 úr menntaskólanum í Reykjavík og úr verslunarskólanum. Það að ég og æskuvinkona mín Valdís, við vorum þær tvær sem endumst lengst og unnum hvað mest. En vinnan hófst klukkan 6 á morgnana, alla daga nema sunnudaga og það var unnið fram eftir kvöldi flesta daga og þá tókum við þrif á frystihúsinu sem við Valdís sinntum ásamt Glúmi Baldvinssyni og Magnúsi Bernharðssyni af mikilli röggsemi.
Þannig að það var unnið mikið á 6 daga vikunnar og svo var ball á laugardögum. Og svona var nú lífið á Djúpavogi skemmtilegt því þá komu allir út og áttu glaða stund saman. Og sunnudagarnir voru letudagar og þá var farið í Dallas. Það heitir núna Við Voginn. Ég tók mynd af mér þar fyrir utan því að þar kom fólk hérna saman og ræddi málin. Það var mikið gaman að koma þangað og ég átti gott spjall við fulltrúa íbúa á Djúpavogi og sá breytingarnar sem hafa orðið sem hafa bara verið til að gera bæinn skemmtilegri. Og ég lofaði að játa hérna bernskubrek. Það mikill áhugi fólks á að kynnast hvaða manneskju maður hefur að geyma og ég verð víst að játa það á mig að ég braut lögin á Djúpavogi sem ekki gott fyrir forsetaframbjóðanda að viðurkenna en syndir manns vonandi þegar maður gerir það upp þá getur maður. Hann átti Fiat 500 bíl og hann ákvað þetta sumar þegar ég var 16 ára var að verða 17 ára að kenna mér að keyra. Og mér fannst það gaman að keyra að ég var farin að keyra stundum bílinn án þess að vera hjá þar til gerðum ökukennara. Og svo kom ég einhvern tímann á bílnum það var nú ekki svo sem langt á milli staða en ég var að keyra bílinn. Og svo eitt kvöld áður en ég fór á ballið þá vorum við á verbúðinni, byggum fyrst á Hótel Framtíð en svo í húsinu fyrir aftan Hótel Framtíð og þá var bankað á hurðina. Og þar var samstarfsfélagi úr Búlandstindi, Siggi, sem var í hálfu starfi þar og hálfu starfi sem lögga. Og hann bankaði á hurðina hjá mér og sagði, Halla mín, ég sá stimpilkortið þitt í morgun og ég veit að þú átt ekki afmæli fyrir í október. Eigum við ekki bara að hætta að æfa okkur að keyra? Óskup fallega beðið og við því var það sjálfsögðu orðið. En þarna fáið þið sögu af bernskubreki af Djúpavogi sem ég baðst afsökunar á og sá auðvitað eftir þessu en þetta, ég sé ekki eftir þessu sumri á Djúpavogi. Þarna lærði ég að vinna, kynntist mikið af góðu fólki og ég fæ alltaf góða tilfinningu þegar ég kem á Djúpavog. Það var því erfitt að ná ekki meiri tíma og ná ekki að hitta fleiri en ég fekk ánægilega heimsókn síðasta laugardag frá mörgum ungum konum. Það var nefnilega hún Ragna Ólafsdóttir, frænka mín, var verið að gæsa hana og hún komu margar ungar konur á öllum aldri sem að þekkja hana meðal annars og eiga ættir sínar að rekja á Djúpavog og á Höfn og á Austfirðina almennt. Þannig að þarna ein saga úr ferðinni. Nú við heldum áfram að ferðast Austfirðina, ég og Björn maðurinn minn og við fórum meðal annars á Reyðarfjörð og Eskifjörð og í Neskústað. Og þar eru líka æskuminningar fyrir mig en það var fyrsta reynslan mín af því að vinna í fiski. Ég lærði að vinna hjá Guðjóni í saltfisknum á Neskústað þegar ég var 13 ára gömul. Þá var ég í vist hjá bróður mömmu hálfan daginn og vann hálfan daginn í saltfisknum og stundum meira. Það sumar var algjörlega einstakt og líklega ástæða þess að ég ákvað að draga æskuvinkonu mína og aðra með á Djúpavog þarna nokkrum árum síðar. Það var sumari eftir fermingu. Eins og á Djúpavogi var ég mikið á hliðarlínunni á fótboltavellinum. Þessi sumur kynntist mörgu góðu fólki og ég komst að því frekar ung á unglingsárunum að Austfirðingar og fólk á Austurlandi almennt skemmtilegt og glatt fólk. Og þessi sumur eiga bara sér mikinn sess í mínum minningum og í því hver ég Þannig að mér gaman að fá að tala við ykkur. Og ég fann þetta allstaðar sem ég fór. Við heimsóttum Eskju og Eskifirði, við fórum Egersund, netaverkstæði. Það ekki margir sem vita það en ég flutti inn veiðarfæri sem eitt af mörgum og fjölbreyttum störfum sem ég vann á unglingsárum var að gera það. Þannig að ég hef meira þess að unnið á netaverkstæði. Og hafi gaman að því að koma þarna út að snirtilega netaverkstæði Egersund og hitta þau Stefán og Jóhannu og allt það góða fólk sem þar vinnur. Gáum okkur góðan tíma þar í skemmtilegu spjalli og ég hefði nú alveg getað hugsað mér að verða bara lengur og fá að nýta nokkur net með því góða fólki og í þeim góða starfsanda sem þar var. Og í Neskústað heimsótti ég síldarvinnsluna og mjög mikið skemmtilegt hefur gengið mjög vel hjá síldarvinnslunni. Það sem að mér fannst sérstaklega gaman og saga sem situr eftir þá heimsókn hjá mér að síldarvinnslan að leggjast á árar skimun við ristilkrabba og hefur þegar gefið tæki sem hafa bjargað líklega mannslífi og þetta samfélagslega ábyrgð til eftirbreytni að mínu mati og var ótrúlega gaman að fá að heyra af slíku verkefni. Og ég fór líka í verkmenntaskólann og hitti algjörlega frábært fólk þar. Ég dóttir pípara
eins og sum ykkar hafi heyrt og ég vil fjölbreytta menntun og tel að það skipti sköpum í okkar samfélagi að bjóða upp á iðnmenntun, verkmenntun, að halda handverki til haga. Ég held að þetta sé bara lykilatriði að við höfum öflugt og fjölbreytt atvinnulíf, því að án fólks ekki atvinnulíf. Þannig að þetta eru svona nokkur atriði sem sókninni að öllum öðrum ólöstuðum að ég fór í heimsókn til Magna og Sigríðar. Hitti þar foreldra hans Bjarts sem var svo góður og náinn vinur minn þetta sumar sem ég var í Neskaupstað og átti alveg einstaka stund með þeim sem þykir mjög vænt um. Enda gott fólk þar á ferð og þau eru að flytja í Kópavoginn. Fljótlega sögðu þau mér og ég mun taka þeim fagnandi hér í Kópavoginum. Nú á Reyðarfirði kíkti ég í kaffi til Samma. Þar hittust skemmtilegir karlar úr mörgum áttum á Reyðarfirði og sögðu mér ýmsar sögur. Og það kom svona skemmtilegt atvik upp þann morguninn. Þarna var ég að spyrja fólk hvort það vildi skrifa undir sem meðmælendur hjá mér. Og á sama tíma kom góður maður af Eskifirði að safna undirskriftum fyrir Ólaf Ragnar sem það hafði þá ný tilkynnt að hann ætlaði að stíga aftur fram og þið vitið hvað gerðist eftir það, þannig að þetta var nú allt saman pínulítið skondið. Ég heimsótti einnig Alcoa sem var sérlega gaman, átti samtöl við margt fólk þar þau mál sem að brenna á fólki á Austfjörðum. Gisti á Reyðarfirði og sem var sérlega ánægjulegt. Við náðum ekki að fara á Fáskrúðsfjörð og inn á Seyðisfjörð þurftum við því miður, við fórum á Egilsstaði en þurftum að sleppa fyrirhugaðri heimsókn á Seyðisfjörð því það spáði svona óveðri á Möðrudalsörafum og við þurftum að ná þangað yfir á Húsavík áður en óveðri skall á. Þannig að því miður náði ég ekki að koma alveg á alla staði en það var ótrúlega gaman að koma alls staðar sem við fórum. Og upp á Héraði heimsóttum við meðal annars Fellaskóla, Heilbrigðisstofnun, við heimsóttum Brúnás þar sem var mikið af iðnaðarmönnum að vinna gott verk, héldum opinn fund og hittum mikið af skemmtilegu fólki allstaðar og áttum mörg skemmtileg samtöl. Ég má til með að segja ykkur eina sögu af Egilsstöðum sem að hún Auður hótelstýra á Héraði sagði mér frá. En það var þannig að eins og sumir ykkar kannski vita þá var ég annar stofnenda Auðar Capital sem við stofnuðum vorið 2007, hópur kvenna. Og það hefði vist verið þannig að það leyti sem að fyrirtæki okkar komst í fréttirnar að þá fæddist fólald fyrir utan Hérað þar sem að Auður hótelstýra. Og ég veit ekki alveg hvernig þetta bar til, en þessu fólaldi var gefið nafnið Auður Capital. Þannig að þó að Auður Capital sem við stofnum hérna í bænum hafi farið í samruna við annað fyrirtæki og heiti Virðing í dag, þá sem sagt ennþá til Auður Capital og það líklega ungt hross á Austfjörðum sem að ég vona einhvern daginn ég fá að hitta. Og þetta svona aðeins að ég að rekja aðeins þessa ferð okkar, en mér langar að tala þessi mál sem að ég heyrði ykkur á Austfjörðum tala og segja ykkur aðeins svona hver mín sýn á þau mál eru á þess að ég hafi svör við þeim öllum. En sama hvert ég fór, þá kom samtalið upp fjölgun ferðamanna og hversu svona stefnulaus við erum í því máli. Á Höfn í Hornafirði fannst fólki vera of mikið af ferðamönnum og kannski búið að hafa áhrif á samfélagi með þeim hætti að það væri ekki endilega allt í ákvætt við það. Annars staðar hefði fólk viljað sjá meira ferðamönnum koma til sín og alls staðar var mikið rætt þetta. Ástand vega og samgöngumál almennt bar oft á góma, kostnaður á flugmiðum og ferðum, kostnaður við að eiga börn sem að fara til náms eða þurfa að sækja sér annað nám, til dæmis til höfuðborgarinnar, var oft rætt. Heilbrigðismál komu gjarnan upp, atvinnutækifæri og fjölbreytni þeirra, húsnæðismál, víða var það nefnt, það væri skortur á húsnæði. Til dæmis þá lítið merkilegt á Djúpavogi þar sem var of mikið af húsnæði og lágt eða svona ekki hægt að fá ásættanlegt verð fyrir húsnæði fyrir bara nokkrum árum síðan að nú skortur á húsnæði. Þannig að það voru svona ýmis mál tekin upp og kannski bara ég fæ aðeins að segja svona það sem að mér finnst þessi mál. Í fyrsta lagi þá langar mig að vera forseti sem að á samtal við þjóðina stór mál sem varða framtíð okkar allra. Og þetta samspil fjölgun ferðamanna og áhrif á samfélagið okkar og umhverfið slíkt mál sem ég held að við Íslendingar ættum að ræða. Og við ættum að leita lausna og lærdóms frá öðrum þjóðum og okkur sjálfum
á því hvernig við getum tryggt að þetta tækifæri færi okkur efnahagslegar tekjur og hugsanlega viðbótartekjur til þess að geta stýrt og mætt álagi og á samfélagið okkar allt. Það eru margar leiðir færar, margar þjóðir sem við getum lært af, en þetta eitt af því sem ég hefði gjarnan viljað ræða. Ég heyrði hugmyndir frá ykkur, bæði á Austurlandi og líka annars staðar á Norðurlandi og í raun allt land var fólk að ræða þetta mál. Ein hugmyndin sem var rædd við mig á Norðurlandi var hvort að við ættum að setja fjármagn í að fjölga og byggja upp fleiri flugvelli og byggja betur upp innanlandsflug. Tengt því að þá kom upp umræða víða hjá ykkur, sérstaklega á Austurlandi, hversu dýrt það fyrir ykkur að fljúga og hvort að það ætti að vera réttur ykkar að hafa afslætti eða niðurgreiðslur eða geta með ódýrari hætti átt ykkar samgöngur. Ég held að þetta væri áhugavert fyrir okkur sem samfélag að ræða, því að ég þeirra skoðunar að það eigi að vera jafnrétti fyrir alla á Íslandi, óháð kyni, aldri, fjárhagslegri stöðu og búsetu, sem að ég held að skipti miklu máli. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því hversu margir lýstu því yfir að það væri farið að væri ákveðin þröskuldur hvort að börnin gætu farið í það nám sem við vildu fara í, hversu dýrt það að koma sér upp til dæmis öðru húsnæði í höfuðborginni meðan þau stunda nám. Ég heyrði líka marga tala að unga fólkið, við þyrftum að tryggja það að unga fólkið kæmi aftur heim. Ég þeirra skoðunar að Ísland þurfa að horfa til þess að unga fólkið okkar vilja koma aftur heim og ég skil vel að á Austurlandi og Austfjörðum almennt sé fólk að hugsa það. En góðu fréttirnar voru að ég heyrði víða, á Höfn heyrði ég, á Djúpavogi, á Reyðarfirði og víðar að unga fólkið í auknum mæli að koma aftur heim og að gera það held ég að því að það vill velja sér einfaldara líf, betra samfélag, fjölskylduvænna líf. Og þetta allt held ég að sé mjög jákvæð merki og ég fagna þeim. En lykillinn að því að unga fólki okkar vilji koma aftur heim til Íslands eða koma aftur austur eða fer suður til náms eða erlendis að það séu fjölbreytt atvinnutækifæri og þau skipta máli. Og ég þeirra skoðunar að Ísland sé sterkt ef það hefur fjölbreytt atvinnulíf og það eigum við að standa vörð að það verði sem fjölbreyttast og bjóða upp á sem mest spennandi tækifæri fyrir unga fólkið okkar. Búsetu togstreita. Það var mikið talað svona gjána á milli höfuðborgar og landsbyggðar, meira en ég átti von á. Ég var í sveit á sumrin fyrir norðan og í fiski fyrir austan og ég hef aldrei upplifað að það sé eitthvað hort með öðrum hætti á landsbyggðina eða það sé þessi togstreita. En ég upplifði hana þegar ég fór hringinn og það sé mikil togstreita. Og margir sem búa á landsbyggðinni telji að höfuðborgar búar eða íbúar á höfuðborgarsvæðinu skilji ekki aðstæður sínar nægilega vel og það var miður að heyra þetta. En ég algjörlega sannfærð að Ísland besta útgáfan að sjálfu sér ef við höldum landinu í byggð og erum með blómlega byggð og tækifæri allt í kring, ekki síst til að styðja við þennan vöxt í ferðaþjónustunni. En það væri kannski mætti huga því hvernig við getum dreift ferðamannastraumi betur til að styðja betur við möguleg tækifæri allt land, en ekki kannski með of miklum þunga sumstaðar. Þetta voru svona stóru málin sem voru rædd sem að forseti á auðvitað ekkert að hafa endilega skoðun á því öllu, en forsetinn getur haft þá skoðun að samfélagið sjálft eigi að móta sína framtíð og þess vegna eigi forseti og aðrir kjörnir fulltrúar að hlusta á fólkið í landinu, heyra hvað brennur á þeim og spyrja fólkið í landinu hvers konar samfélag vilt þú? Og það var alveg sama hvert ég fór, það voru allir sammála það að vilja ekki lengur búa í samfélagi neikvæðni og þrasi og samfélagi sem að velti sér eingöngu upp á fortíðinni. Að það væri komin tími til þess að horfa til framtíðar, vera bjartsýnn, vera jákvæður, vera glaður. Og það líklega enginn sem getur kennt okkur betur að vera skemmtileg og glöð heldur en Austfirðingar því að ég allavega mín reynsla af Austfirðingum að þeir eru einstaklega glatt og skemmtilegt fólk. En þetta andrúmsloft lykil þáttur í því til dæmis að unga fólkið okkar sem fer erlendis vilja koma aftur til Íslands, að fólk yfir höfuð líði vel og ná að verða besta útgáfan af sjálfu sér. Og ég held að það sé verkefni sem sameinar okkur öll, hvar sem við búum á landinu, að nú sé komin tími til að horfa til framtíðar, nú sé komin tími til þess að vera jákvæð og bjartsýn og fara í þau verkefni, þau fjölmörgu verkefni sem blasa við til að samfélagi verði
eins gott og gjöfult og það á að vera fyrir okkur öll. Ég held okkur sé ekkert að vanbúnaði, þetta er spurning að bretta upp ermar, þetta er spurning samstöðu, þetta er spurning að muna aftur hvað það er að vera Íslendingur og það er miklu meira sem að við getum verið stolt af þar, sem við getum verið sammála þar heldur en það sem við þurfum að þrasa og vera sundurleitum. Og ég held að við ættum að ákveða það að árið 2016 skiljum við þras og þrætur og svona okkar tilhneigingu til að draga í dilka eftir og förum að horfa björtum augum til framtíðar, verum jákvæð og reynum að standa saman í að búa til það samfélag sem við viljum búa í. Og þetta er svona hugleiðingin mín, en nú ætla ég að taka við spurningum og vona að þær hafi borist. Ég er með hana Vigdísi hérna með mér og hún skellir kannski á mig þeim spurningum sem þegar eru komnar. Já, það einhverja komnar og svo einhverja sem í einkaskilabúðum líka, þannig að ég reyna að taka þær spurningar sem eru þar, en svo reynum við að svara bara eftir ef það kemst ekki allt í skila. En þú komst nú svolítið inn á það, en hvernig getur forseti beitt sér í stefnumótun í ferðaþjónustu? Já, ég hef áhuga á því sem forseti að standa fyrir árlegum þjóðfundum. Ég var ein af þeim sem stóð þjóðfundi 2009 þar sem að þjóðin kom saman eða slembi úrtak alls staðar af landinu, 1500 manns, til að ræða framtíðina og grunngildi samfélagsins. Ég myndi vilja sjá slíka þjóðfundi árlega á vegum forsetaembættisins eða á vegum Bessastaða með þátttöku úrtaksþjóðarinnar í opinni dagskrá ríkissjónvarpsins eða á netinu og þátttöku alls staðar á samfélaginu við að ræða framtíðarsýnina sem við viljum hafa í málum í ferðaþjónustu eða í okkar hvaða stefnu við setjum á oddinn þarna. Og þarna myndi mig langa til að laða til landsins aðila sem hafa tekist á við sambærilegar áskoranir og verkefni í öðrum löndum og læra af þeim og aðila sem hafa þekkingu og reynslu af því hér til samtals sem leiðir síðan til einhvers konar sáttar og sýnar á þessu sviði. Og samspil aukningu ferðamanna og áhrif á samfélag og náttúru og umhverfi og innviði væri eitt af brýnustu málunum sem að mig myndi langa til þess að setja á dagskrá slíks fundar. En þau eru mörg önnur líka. En svona myndi ég vilja nálgast þetta. Ég held ekki einhver einn hafi svörin, en ég held að við saman getum komist saman til að móta framtíðarsýnina í þessum málaflokki og það er brýnt að við gerum það fyrir en seinna. Ég er með nokkra spurningar varðandi menntamálinu. Ég ætla að fá að sjóða saman hérna sem ég held að þetta henti mjög vel. Það er í rauninni upp á að tryggja jafnrétti barna og fólks til náms og þá jafnvel í tengslum alveg upp í háskólanám. Hvort að fjarnám eða einhverja aðra lausnir þar. Hver er svona þín sýn á því hvernig við getum tryggt börnum og fullorðnum jafnrétti til náms? Þetta er mjög góð spurning og ég hef alltaf verið afskaplega áhugasöm menntamál og tel að það sé í rauninni grunnurinn að öflugu samfélagi að huga að menntamálum. En ég er hrifin af fjölbreyttri menntun og það er alveg ljóst að þegar kemur á verk og iðnnámi þá er mikilvægt að það sé aðgangur að þjálfun í slíku námi því að það er erfitt að gera slíka þjálfun eingöngu á netinu. En það er mjög margt nám sem að þú getur orðið stundað algjörlega í fjarnámi. Og það er orðið þannig í dag að sumir af bestu háskólum heimsins bjóða upp á nám sem áður voru engum aðgengilega eða örfáum og einungis þeim sem höfðu mikil fjárráð í gegnum netið. Þannig að ég held að möguleikarnir hérna séu ótrúlega miklir og við eigum að horfa til þess að nám sé ekki endilega lengur eitthvað sem fer fram innan einhverja veggja. Nám getur átt sér stað allstaðar og það snýst kannski fyrst og fremst aðgengi að upplýsingum og ferli í kringum sem að hjálpar fólki að halda aga í kringum það nám sem þau vilja leggja fyrir sig. En verknám, handverk og iðnnám af ýmsum toga tel ég að þurfi að vera til staðar og eigi að leggja meiri rækt við en við höfum gert því að iðnaðarmenn skortir aldrei vinnu. Og ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að halda því til haga. Við höfum menntað góða iðnaðarmenn í gegnum tíðina. En kannski líka gott að taka það fram að það eru aðrir hlutir sem maður þarf að læra en bara að ná sér í þekkingu. Og það er til dæmis eins og gagnrýnin hugsun, siðferðileg hugsun, samskiptahæfni, frumkvæði og sköpun. Þetta eru eiginleikar sem ég held að þú þurfir að læra með öðru fólki. Og það er hægt að búa slíkt til með sveigjanlegri hætti og bjóða upp á allt land
og ég tel að við ættum að vinna þessa þætti inn í allt okkar skólastarf. Þú vitnar í þessum erlendir háskólar hafa verið að gera erlendis. Nú hefur þú unnið sem alþjóðlegu fyrirlesari síðustu árin og ert með mikil sambönd alþjóðlega. Hvernig telur þú að það geti nýst í starfi og út af hvað gengur það? Já, það gaman að fá þessa spurningu. Ég hef eiginlega alveg frá því að við byggðum upp háskólann í Reykjavík verið í miklu samstarfi við erlendar og alþjóðlegar menntastofnanir og fólk sem vinnur á því sviði. En mjög mikið síðustu misserin og ég myndi gjarnan sem forseti við skóla frá öðrum löndum. Ég tel að styrkur okkur er að við förum að utan í marga ólíka háskóla, lærum hluti og fáum innsýn úr ólíkum áttum og komum svo yfirleitt aftur heim og þá kemur allt þetta með okkur tilbaka. En það ekkert allir sem geta farið utan, það dýrt, það ekki á allra færi. Þannig að næstbesta leiðin að mínum mati er að skólarnir í landinu vinni sem mest með alþjóðlegum menntastofnunum og öðrum til þess að fá alltaf ferska innspýtingu inn í sína námskrá og sína möguleika, bjóða upp á skiptinám, bjóða upp á skiptikennara og nýta þessi tækifæri. Og þarna svolítið gaman að vera Íslendingur, því að það vilja eiginlega allir koma til Íslands. Og þegar við fórum að stað með nýjan háskóla, Háskólann í Reykjavík, þá kom það á óvart þegar við byggðum upp MBA-námið. Hversu margir frábæri prófessorar allan heim voru tilbúnir til að koma og vera kennarar tímabundið hjá okkur. Kannski má hugsa með svipuðum hætti nám á landsbyggðinni í auknum mæli. Að það sé hægt að ná í fólk bæði erlendis frá og af höfuðborgarsvæðinu til að koma í kannski meira lotutengt nám sem fólk getur jafnvel tekið með vinnu og svo framvegis. Ég held að það myndi bæta mikið. En það lykilatriði að vera ekki bara að horfa á menntunina, heldur líka atvinnutækifærin sem verða til. Og ég myndi vilja sjá minni skil á milli menntastofnana og vinnustaða og verkgreina. Þess vegna ég hrifin af iðnnámi, því þar skilin á milli þess að vinna og að læra ekki eins mikil og ég held að þau eigi ekki að vera svona mikil í öðru námi heldur. Herðu, eru fleiri spurningar? Nei. Þetta nokkurn veginn komið? Já, við erum líka bara komin upp í hálftíman. Já, það takmörkin, við höfum þetta ekki lengra. Þannig að ég ætla bara að fá að biðja fyrir góða kveðjur á Austurland og hlakka til þess að fá að eiga við ykkur samtal aftur Þið getið fylgst með mér á Facebook og sendt mér spurningar. Ég að reyna að vinna í því að koma aftur til ykkar því ég fengi marga fyrirspurnir hvort ég komist aftur austur. Ég mun þá ekki komast á alla staði en ég ætla að reyna ef ég get. En það staðreynd að þið höfðu rétt fyrir ykkur þegar þau sögðu að samgöngur væru kannski ekki með besta móti og núna á síðustu vikunum fyrir framboði hafa fjölmiðlar tekið við sér og það eru annasamir dagar og ekki mikið af lausum stundum til þess að gera þetta. En ég að vinna í því hvort ég geti mögulega komið aftur og verið með opinn fund og væri gott að heyra frá ykkur ef það áhuga á slíku. Ég mun gera mitt besta, verði ég forseti, þá munu Austfirðir og Austurland áfram vera mér ofarlega í huga og ég skal koma sem oftast til ykkar. En ég vona að þið kynnið ykkur allavega öll framboð og ég vona svo innilega að sama hvað gengur á að þið kynnið ykkur allt og noti bæði hausinn og hjartað þegar þið veljið í forsetakosningunum 25. júní og hvetjiði unga fólkið til að kjósa. Því að framtíðin björt og ef að gott fólk leggst á eitt þá getum við skapað hana saman og haft hana þannig að hún sé góð og gjöful fyrir alla.